missa sig yfir því. KR Breiðablik 0-0 í Pepsi-deild karla, Hvíti Riddarinn 1, FH 6 í fyrstu deild kvenna og Fjarðabyggð 1, Höttur 2 í fyrstu deild kvenna. Árborg 2, Hamar 1 í fjórðu deild karla og Þróttuvogur 5, Stálólfur 3 í fjórðu deild karla. En nú það í bili, við erum komin í rally og línuna er komin Valdimar Jón Sveinsson, keppandi kóti. Bless á sællauðingi. Blessaður meistari. Hvernig hefur það? Bara ágætt. Herðu, nú fór fram Skagafjarðarrally og það er heldur betur búið að vera mikið veisla í því. Þetta var mikið veisla og skemmtilegt rally. Og Skagafjarðarrally, er þetta ekki nú eitt af svona skemmtilegustu brautum sem hægt er að vera á? Jó, þetta er nú eiginlega allan eina leiðan var áður í forðanga sem skemmtilegasta leið sem ég hef keyrt, en núna er ég leiður svona 3 ára því að 2 nýjar liðar sem ég aldrei keyrt áður voru eknar hana og voru alveg glæsilegar. Já. Og hvernig svona hegðaði bíllinn sig? Hvað segirðu? Hvernig hegðaði bíllinn þig sig? Hann hegði sig alltaf eins, það er bara mismunandi hvernig bílstjórinn hegði sér. Já. Varstu með eitthvað glæfrakstur þarna eða? Já, ofta mörgur sem var það svoleiðis. Já. En fyrir þá sem ekki vita, á hvaða bíl ert þú að keyra? Ég er á Mitsubishi Evo 7. Mjög flottur rallybíl sem að smíða af flottu rallyfyrirtæki og ég eignaðist hann í vetur og er að keyra núna í 3. skipti. Já, og hann hefur reynst þig vel? Já, mjög vel, við endum hann í öðru sæti, vorum einhverjum sekundum eftir 1. sætinu og vorum töluvert langt undan 3. sætinu. Hann lendir reyndar í smá áföllum sem tafði okkur töluvert á lengstu leiðinni þegar hann fer út á skemmir bílinn eitthvað aðeins og það var svo mikið ryk á veginn þegar við náum honum að hann hvorki sér okkur né við veginn, þannig að við töðumst svona slatta sekundum eftir hann. Þannig að já, það telur mjög mikið svona hvert einasta svona smá hik eða svona. Já, oft vorum við að stoppa og bremsa til að sjá veginn og svona einu sinni að tvisvar svona konur svona ískekkilega langt út í kant á miklu hraða þegar við vorum að keyra kannski hratt með það var ekki til að sjá. Já. En fyrir þá sem ekki vita, þessi leið sem er keppt þarna, er þetta í Skagafjarðarrallinu, hvað er þetta löng leið? Þessi mænulstælun, hún er einhverju 21 kilometr, hún er ekki fram og tilbaka sem er heldur slatti. Já. Svo eru hinar eitthvað styttri, ég man nú ekki nákvæmlega hvað er í kilometrum. Einhverju kannski 12 eða eitthvað. Já. En hvenær byrjar þú að keppa í rally? Ég prófaði þetta fyrst 2006 minnum mig. Tók þá eina keppni. Svo keyri ég þannig tek svona 3 keppnir og svona einhverju 3-4 ár eftir, sko. Ég er nú ekki búinn með mjög mörg rally en ég er búinn að loða lengi við þetta. Já. Enda er þetta nú eitt af skemmtilega sporti sem þú kemst í? Já, það er fátt sem toppar þetta. Já. Mikið adrenalín. Já, þetta er mikið adrenalín og það er nú ekki allt undir ökumanninu komið þannig að gera. Þetta snýst mikið ekki svona samstarf bílstjóra og hérna sá sem er að segja til hvert á að beygja og hvernig beygja að koma og svona eða ekki það? Jú, hann er alveg mikið aðstöðumaður og hérna ökumaður, hann er Skafti sem er aðstöðumaður hjá mér og hann byrjaði sportinu fyrir einhverjum 2 árum og stendur sér gríðarlega vel, en þannig er hann búinn að halda okkur á veginum. Já. Og ef hann segir vinstri eða hægri, þá fer ég bara til vinstri og þá endur við náttúrulega út af, þannig að það er eins gott að hann klikki ekki frekar en ég. Þannig að aðstofamennir, þeir þurfa náttúrulega að vera heldur betur búin að kortleggja hvernig svona brautina eru. Já, þeir eru oft eiginlega svona mikið verið bílstjórinn svona uppi staði, sko, því þeir vera líka stjórna ökumanni og hann er að keyra yfirkeyra sig og keyra hratt. Þá að hann að geta hægt á honum og ef hann er að keyra hægt þá er hann að reka eftir honum og svona alls konar, þannig að hann þarf líka að vera persónulegan í bílnum. Já. En svona hvernig Íslandsmótið er búið að vera núna í sumara og það er náttúrulega í Skagafjarðarrallinu, þá voru það ekki, hverju voru þarna fyrir ofan ykkur? Það er Daniel Sigurðsson og Ásta Sigurðardóttir, systkini. Já. Þau veru hörku fljóta að keyra og Daniel mjög
vanur bílstjóri, búin að keppa bæði í Íslandi og Bretlandi. Og það á góðum degi mjög erfitt að vinna hann. Já. Og það var góðu dagar hjá honum. Hann búin að róa þeim með þetta svolítið út síðustu 2 ár í rally. En þegar hann inni þá er þetta að hafa alla veg til að vinna hann. Einhver sérstök tegund af bílum sem að menn vilja velja frekar í rallið heldur en aðra? Já, Subaru, Impreza og Mitsubishi er svona vinsælustu bílarnir í þessum flokk. En svo erum við fleiri flokka, við erum svo kallar non-turbo bílar sem er bæði Lancera líka og Subaru sem er ekki með turbinu. Og það er svona ódýrar að keyra þann flokk og svona hálfgeir nýlega flokkur. Þannig að það er fínt fyrir nýlegan að stökkva í það? Já, svo erum við eindrifsbílar líka og jeppa. Jeppan er fara mjög hratt líka og líka eindrifsflokkurinn. Það eru 2 þannig sem fara sérstaklega hratt. Þeir eru Baldur og Guðneitar, þeir eru ungir en mjög efnilegir. Já. En Skagfjarðarrallið, þetta er náttúrulega, þið eruð að, þegar maður horfir á vídjóin hjá ykkur, þetta er náttúrulega alveg lígilegur hraða og útrúlega hvað þið náðu stundum að stökkva þarna í beygjurnar. Já, þetta er ofta óskiljalegt og ennþá meira action inn í bílnum og ennþá meira læti, sko. En þetta kemur með reynslu oft og sumir eru fættir ökumenn og sumir þurfa að læra að gera það. Það er oft þannig. Já. En svona stemningin í kringum það náttúrulega, það er rosa stór hópur hér á Íslandi sem fylgist með rallinu hérna alveg á fullu. Já, og hverjum bíl fylgir kannski 10-15 manns, þannig að þetta er til dæla fáir bílar núna í þessara keppni. Voru 11, þeir eru nú oftast mikið fleiri. Já. Og það fylgir kannski 10-15 manns hverjum bíl, þannig að tjöldin er gífulegur og pluss það að margir sem fylgjast bara almennt með rally og það er oft stór hópur. En þegar það þarf að fylgjast með svona teymi sem að menn eru með í kringum þetta, eru þá viðgerðarmenn bara svona eftir stöðum svona tilbúnir ef eitthvað myndi klikka eða hvernig virkar það fyrir sig? Já, ég er nú mjög heppinn með það. Ég hef cirka svona 10 stráka sem fylgja með hver sem er og gera allan anskotan fyrir mann og þessi strákar geta svona eiginlega endursmíða bílinn á nokkru mínútum og þeir oftast sita mig inn á leiðina og svo taka ég líka út af leiðinni, þannig að þeir sem sita mig inn á kannski sita bílinn heila eins og taka við bílnum ónýtum og þeir þurfa bara að redda honum á x mínútum af því að það er kannski viðsnúningur eða bara beint á næstu leið og þannig erum við með 2 servicebíla sem að taka mótið, þá er hinn sem settum inn og brunaður á næsta stað til að taka mig út á næstu leið. Þeir eru með alla varaluti og verkari og svona alltaf með getuna strákanir að geta þetta. Þetta er ekkert fyrir sem er að græja bílum með öllu ráðum á nokkru myndum. Þannig að menn þurfa heldur betur að vera alveg á ráspólunum alveg frá upphæð til enda þegar þar til keppni hefst og í lok þá eru menn alveg á fullu svona í viðbragð stöðu. Já, heimavinnan náttúrulega skiptir gífurlegu máli í rally. Það er bæði að hafa bílinn vel undirbúinn og allir slitfleti í lagi og fyrirbyggjandi viðhald og síðan þurfum við sem erum að kóarinn og ökumæðurinn að fara að leiða skoða leiðinar, gerum kannski gera leið 2-4 sinnum eftir leiðanótum, fariði þær, breyta og laga eða gera nýjar leiðar og svo þurfa strákanir sem eru servicen að vera með öllu verkvari og var hluti tilbúin á bílunum, þannig að heimavinnan er oft mikilvæg eins og rally sjálf, sko. En nú eru svolítið skemmtilega vegir hérna á Íslandi svona til að keppi í rally. Við erum náttúrulega með fullt að svona, skemmtilega utan vegar akstri hægt að taka fram. Áttu eitthvað svona eftirlætis sem þú verið til að hafa keppni á? Það er náttúrulega mjög heppin með vegi og heppin líka, þetta er oft notaðir á hverjum degi, sko, ekki svo útlunda þegar þetta er kannski minna nota og grefsi hljótt, þannig að vegir á Íslandi skemmast ekki þó rallybílum hljóðið en svona mín uppáhaldsleið er líklega að ég mikið djúpaðin náttúrulega alltaf skemmtilegt, sko. Svo Tómidalur og Tún og það er svolítið uppáhaldið á mér.
það kannski að mér alltaf gengið vel þar, það líklega ástæðan. Já, en í kringum þennan eina bíl sem þú ert með, þú sagðist vera með hvað, 10-15 mann svona í kringum þennan eina bíl? Já, það er eiginlega hannig. Já, og þetta er væntanlega þá svona hálfgjöru elska ykkar eða ekki, þannig að ef þú klúrar ykkur, koma þá ekki vikir, kannst ekki keyrt aðeins varlegra eða eitthvað? Já, ég hugsa þetta sé svona ást og hatur samband hjá öllum á þessum bílum, sko. Stund þegar það gengur vel, þá elskar mann, þegar það gengur illa, þá hatar mann ekkert meira en annað að lífinu. Já, nákvæmlega. Þetta er svona ást og hatur sem skiptist á, en þessi bíl er búin að standa sig mjög vel og við elskar mann ennþá allavega. En svona, með hvernig rally stendur á Íslandi í dag, að þá erum við með hörku ökumenn og svona, já, hvað kallar sá sem er í farþeginu? Er það ekki bara aðstofa maðurinn eða? Sem er í hliðina mann? Já. Það er bara aðstofaökumaður? Já, aðstofaökumaðurinn. Og við erum með marga góða ökumenn sem eru keppa á tóknum og líka mennilega ökumenn og svo eru mjög hraðir menn líka í F-flokki, þannig að ef það gerist eitthvað fyrir turbóbíluna, bara eitt lítið sprungið dekk og útvakstur, þá er allir hinn í bílunni komnir og af því að það er eiginlega allir bara sem er að keppa í þessu mjög fljótir og góður ökumenn, þannig að við erum í bara toppmáli með það og sem gerir þetta ennþá skemmtilegt, þannig að maður veit sirka aldrei hver vinnur, sko, hvaða flokk. En er svona Íslendingar að keppa núna svona út fyrir landsteinuna? Það er ungur strákur, Gunnar Karl, hann var að keppa aðeins í vor, hann er ekki búin að keppa meiri sumar, velta hans bílum og skemmta hann, en ég hugsa að hann komi nú sterkur inn og gera eitthvað meira að því að keppa í Bretlandi áfram. Svo veit ég ekki með Daniel Sigursson, hann gæti nú alveg tekið upp að fara að keppa aftur, hann var að keppa og stóð sig gríðarlega vel og það er spurning hvort hann detti í þann baka aftur. Og hvenær er svo næsta keppni hjá ykkur? Það er kallar Rally Reykjavík, allsverðarlið, og þeir að koma oft margar útlenskar áhennir og virðist engin breytingur á því núna, bæði breski herinn og margir bílar að koma að keppa og það er oft svona staðista rallið og svona hálfgerð ársætti rallymanna og hún er núna 27. ágúst. Það er til 3 dagar rall, hún byrjar á 5. degi og er 51. á laugardag. Hún er alveg gerð hérna, allt Suðurlandið er gert og þetta eru minnum með einhverju 1000 kílómetrar í rally. Þannig að þetta er hressilega vegalengdir sem þú þarft að fara? Já, það er mikla. Þetta er svona rally sem er ekki spretthlaup, þetta er langhlaup, þannig að þú mátt kannski ekki keyra allt í botni allan tíman og verður svona að hlífa bílnum eins og getur líka. Verður að vera mjög vel undirbúin í þessu rally því að bæði líkamlega og andlega þarfst að vera í góðu formi og búin að stemma hugan vel fyrir þetta. En já, svona rétt í lokin áður en ég sleppir, þá er náttúrulega síðasta, þú ert náttúrulega í torfæru líka, þannig að þú ert eftir keppni þar, er það ekki? Já, við erum að fara til Noregs líka í september og við höfum aldrei gert það áður, þannig að þetta verður fróðlegt að sjá hvað gerist. Nákvæmlega. Og tökum vel á því og við líka endilega, ef ykkur vill fylgjast með okkur, þá erum við á Facebook, síðan okkur heitir Krassart og endilega like okkur og ef menn hafa einhverja spurningar um rally eða vilja kynna sér rally, þá bara hafa samband við mig á Facebook og það er öllum velkomið að kíkja heimsókn og skoða bílinn og ekki frá því að getum bara farið hring. Já, það verður fínt. Ef ykkur hefur áhuga, þá bara að gera að hafa samband. Ég hef samband við þig þegar ég gifti mig, ég læti keyraði mig á rallybílnum bara beint upp fjall. Það er engin spurning. Ákveðlega. Valdimar Jón Sveinsson, bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum alla til þess að fylgjast grannt með. Það er næsta mótið, sagður Reykjavík mótið og það verður, hvaða dagsendingar voru það aftur? Það er hann í kringu, það er hann 27. til 8. ágúst minnum við, sem er bara mánuður í það og það verður ríkarlega stórt og gaman og hvetja alla til að kíkja á okkur og sérstaklega að komast að eitthvað service er á kvöldin. Það er oft mikið aksjón fyrir að velti Þórlíni selfisingur. Veltan bílum hana á föstudagskvöldinu minnum mig og þá er ég mitt í serviceleginu hans og við þurftum að endursmíða bílun á klukkutíma. Það var alveg í steik, allar rúður úr og hurðar og allt í klessu. Það tókst. Þannig að það er nú að snúast í kringu þetta ótrúlegt að þið getið smíðað bara bíl á staðnum.
það er bara hlutinni þurfa að gerast fyrr. Já. Valdimar Jón Sveinsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og endilega kíkja á Facebook síðuna hjá okkur. Krasshard heitir það ekki? Jú, Krasshard. Bestu þakkir og gangiði vel það sem eftir sumri. Takk. Bestu þakkir, já. Já, næsta torfærukeppni er einmitt þar næstu helgi eftir Vestlumhelgina og svo er að sjálfsögðu næsta rallykeppni Reykjavíkurmótið, það er hérna í lok ágúst. Fylgist endilega með á Facebook, það er Krasshard og svo er náttúrulega Valdimar Jón Sveinsson, hann er alveg tilbúin í að taka ykkur í snúning á rallybílunum, það er nú bara þannig. En næsta dagskrá, þá erum við að fara núna yfir í CrossFit og já, línuna verður hún María Rún Þorsteinsdóttir, eigandi, framkvæmdastjóri og þjálfari hjá CrossFit Hengli í Hveragerði og þar er einmitt hann Björgvin Karl sem að æfir þar. Farið ekki langt, Björgvin Karl lenti í 3. sæti á heimsmeistaramótinu og svo eignuðust við náttúrulega einn heimsmeistara einnig. Átt þú rétt á slysabótum? Tort. Selfoss